Við ætlum að slá botninn í þennan mjög svo menningarlega föstudagsþátt á enn meiri menningarlegum nótum því hingað til mín komin Björk Hólm, forstöðumaður safna á menningarhúsins Bergs á Dalvíkurbyggð. Vertu velkomin Björk. Takk fyrir kærlega. Mér langaði til þess að byrja með bara til þess að forvinnast hvað búið að vera í gangi hjá ykkur núna upp á síðkastið. Ég veit þið hafið vakið töluverða athygli fyrir að finna góðar lausnir í þessum COVID-fári sem hefur geisað. Já, takk fyrir það. Já, einmitt, hvað búið að vera í gangi? Merkilegt einhvern veginn að það svo margt búið að vera í gangi á meðan það ekkert í gangi. Við ákveðum eiginlega bara svona strax í upphafi að vera svona ákveðið svona upplýftingar verkfæri fyrir bæjarbúa. Þannig að við höfum svona lagt mikið kapp á að vera með svona létt efni sem brýtur einhvern veginn upp á hversdeginn í okkar samfélagi. Þannig að við höfum svona bæði verið að reyna að vera sniðugar á Facebook og Instagram og samfélagsmiðlum bara almennt sem og að reyna að finna bara svona nýjar útfærslur á starfsemin okkar. Þannig að hún þurfi ekki alveg að bara detta niður, heldur geti hún einhvern veginn haldið áfram með bara öðrum hætti eins og við fórum strax í að bjóða fólki upp á að keyra bækur heim án þess að þá svona með snertilausri afgreiðslu, þá bara hringdi fólk og pantaði og við skutlum bókunum heim. Þannig að hjálpar okkur að búa í svona litlu samfélagi, þannig að vegalengdirnar ekki miklar og það ekkert mál að þjónusta fólk svona. Og fyrst langaði okkur bara að sjá hvort að þetta væri eitthvað sem fólk myndi nýta sér og komur eiginlega bara ótrúlega skemmtilega óvart hvað voru margir sem voru að þiggja þessa þjónustu og ef eitthvað, og nú tala ég fyrir bókasafnið, ef eitthvað þá sýndi það mér bara hvað bókasöfn og bókalestur skiptir í raun og veru samfélag miklu máli. Og sérstaklega á svona tímum þegar einhvern veginn önnur afþreying að miklu leyti bara tekin út, þá ótrúlega mikið af fólki sem svona leitar í bækur og sögur, sjúk í góðar sögur. Og þannig að bókalestur hefur einhvern veginn náð að viðhalda sínu hlutverki í samfélaginu þó svo að það sé mjög margir sem söknuðu þess að geta komið á safnið þegar við þurftum að loka. Þannig að það eitt og við hefum haldið þeirri þjónustu áfram að því að þó svo að aðstæður séu kannski orðnar eitthvað betri, þá samt ennþá margir sem bara að halda sig til hlés. Þannig að við erum ennþá alveg skutla út bókum þó svo að við séum búin að opna á safninu. Svo við bara svona breyta aðeins fyrirkomulaginu inn á safninu þannig að það sé hægt að koma án þess að þurfa að vera í miklu samskipti við annað fólk og svona. En svona megin áherslan okkar var eiginlega bara á að létta andan, að bara einhvern veginn stappa stálinu í fólk, að reyna bara að tryggja það að fólk myndi ekki tapa gleðinni í þessum annars bara erfiðu, við skulum bara ekkert vera skaf utan því, þetta bara hafa verið erfiðar aðstæður og þannig að við álitum það bara svolítið okkar hlutverk að passa upp á fólki okkar, bara vera skemmtilegar og bjóða upp á vettvang, búa til, skapa aðstæður þar sem að fólk sjálf gat deilt í með okkur hvað þau voru að gera, senda inn myndir og sögur og svo jólin þá vorum við semst með svona dagatal þar sem við birtum eitthvað á hverjum degi frá einhverju menningarstofnun, hvort sem það voru ljósmyndir eða sögur eða tókum upp vídeó eða já, þannig að við erum alveg búin að bara hafa gaman, sko. Já, mikill metnaður í þessu hugsanastarfi hjá ykkur, greinilega. Já, það svolítið gaman að metnaðurinn snúist að hafa gaman, sko. Þannig að þá auðvelt að keyra fram kraftinn. Þannig að, já, við erum einhvern veginn bara, það svolítið svona, núna skapast líka bara aðstæður fyrir það að leyfa hugmyndafluginu að flæða. Bara það ekkert sem að gengur ekki upp. Það einhvern veginn, jú, það gengur ekki upp að safna saman mikið af fólki. Nei. það svolítið búið að taka það út, en þá bara allt hitt. Það allavega aldrei, það allavega hægt að prófa allt. Já. Það einhvern veginn meira það. Og ég meina það versta sem gerist þá að það virkar ekki og bara nákvæmlega prófa maður það ekki aftur. Akkurat. Og það einhvern veginn ekkert svo mikill skaði skeður ef það virkar ekki, af því að
og það einhvern veginn kannski bara drifið sem ég búin að ganga með inn í þetta starf bara frá því ég byrjaði bara að prófa allt og ef það virkar ekki, þá bara allt í lagi. Það bara gott að skoða af hverju þetta virkaði ekki og nota það til þess að læra áfram. En mér finnst það svolítið frelsi í því að vinna á stað sem er lítill og þú veist, Dalvík getur ekki verið risastór í einhverjum samanburði en þetta er samt lítið og þétt bæjarfélag. Það sem að flestir þekkjast og það er mikið tengsl á milli fólks og þá er ótrúlega stór og mikilvægur grundvöllur eða svona það er tækifæri til þess að prófa svo margt. Af því að fólk er yfirleitt bara til í að prófa með. Já. Að þú ert aldrei að tapa neinu. Eiginlega bara að græða. Akkurat. Og hvernig svo dagskráin framundan? Nú aðeins að létta til, ég meina það búið að slaka á það með 20 manns koma saman og það svona byrja að bólusetja og aðeins bjartara framundan. Hvernig lítur starfsárið út hjá ykkur? Einmitt. Ég byrja yfirleitt öll ár, eða semst alltaf svona á nýja ári byrja ég að setjast niður og gera svona gróft plan næstu svona 5 mánuði. Ég gerði það núna, settist niður og byrja að búið til gróft plan. Og ég einhvern veginn stóð með að ég vera bara einhvern veginn að fylla inn bara hvenær eru páskar og hvenær eru svona lögbundnir frídagar. Af því að, þú veist, í raun og veru mjög erfitt að plana langt fram í tímann. Og það bara einhver svona útópía fyrir mér að vita hvað við ætlum að gera í maí. Það er ómögulegt að segja. Við ætlum klárlega bara að reyna að byrja strax að gera eitthvað. 20 manns er allt í einu orðið bara hópur fólks, risastórt, margir möguleikar með 20 manns. Eitthvað sem var svona lágmarksfjöldi inn á eitthvað að maður nennti að vera að stíla inn á áður. En núna er allt í einu möguleikarnir fyrir 20 manns orðið miklu fleiri. Hugmyndir manns bara breytast fjölda eftir því sem að maður hefur gengið gegnum þetta. Þannig að okkur langar bara að fara að reyna að stíla inn á fleiri viðburði, sérstaklega svona sem að snúa börnum. Það voru mjög mörg verkefni sem við náttúrulega þurftum að fella niður. Þannig að upphafspunkturinn er kannski að fara að keyra þau á stað. Mjög mörg samstarfsverkefni til dæmis sem Menningarhúsið Berg ætlaði að fara á stað með. Við vorum með skipulagt að vera með svona fjölskyldujóga í Bergi. Það átti að vera tónatrýll sem er svona tónlistakennsla með yngstu kynslóðinni, bara alveg krílunum. Já. Það verður vonandi eitthvað sem getur farið á stað með innan þessara marka. En svo er líka bara í COVID-inu öllu, þá voru mikla breytingar í Menningarhúsinu. Þannig að við nýttum tækifærið eins og allir sem tóku til í bílskúrum og geymslum, þá fórum við líka í smá framkvæmdir. Já. Og breyttum öllu aðstöðunni fyrir kaffihúsið, þannig að við endurbættum eldhúsið og aðstöðuna þar. Og hugmyndin var að reka svona samskonar fyrirkomulag með veitingaaðstöðun eins og við höfum gert fyrir listarýmið. Það kemur alltaf inn ný listasýning í hverju mánuði, þannig að svona jafnaði erum við með 12 listamenn sem sýna í salnum okkar á hverju ári. Og hugmyndin okkar með eldhúsi var að þar gæti líka verið einhver svona rúllandi starfsemi, að fólk gæti komið inn og það væri ekki einn veitingaraðili sem væri allan ársins hring, alveg eins og það er engin sýning sem er allan ársins hring. Þannig að þarna hugsuðum við að við værum að opna og skapa tækifæri fyrir fleiri að spreyta sig. Það náttúrulega svolítið fjallum sjálft sig í þessum aðstæðum að það voru ekki allir sem voru tilbúnir að hoppa inn í eitthvað alveg glænýtt með þessar takmarkanir. En núna sjáum við fram á að mögulega einhver sjáu sér tækifæri í því að vera með viðburð eða vera með matar upplifun eða veitingarekstur og þá raun og veru það þannig að hver sem getur komið og sótt að vera með veitingahús í viku eða kaffisölu í mánuð eða hvað sem eina helgi. Núna það hefur komið, nokkur búin að prófa og hefur gengið rosa vel, að þá þetta svona hálfgerð svona pop-up eldhús bara fyrir hvað sem Já. Og þannig að við ætlum svona aðeins að fara að setja smá áherslu og kyslu aðeins aftur þetta, kynna þetta betur og reyna að fá bara meira líf inn í húsið. Þetta skapar náttúrulega bara ótrúlega mikla fjölbreytni í svona matarupplifun og eykur svona matarmenningu Dalvíkurbyggðar ótrúlega mikið.
Frábært, það greinilega mjög spennandi tímar framundan og ég hveti náttúrulega fólk eindregið bara til þess að það er hægt að fylgjast með ykkur á samfélagsmiðlum. Já, við erum mjög virk þar. Já. Það er svona okkar vettvangur. Það er menningarhúsi Berg annars vegar og svo Bókasafnið Dalvíkurbyggðar. Já, þannig og það er ekkert, fólk er ekkert bundið þó að búi annars þar á landinu, endilega bara að fylgjast með. Já, við erum með fylgjendur út allan heim, sko. Frábært, þannig við hvetjum fólk eindregið til þess að fylgjast með og bara gangi ykkur vel inn í þetta ár. Það verður bjartara framundan. Já. Og við látum það verða að loka orðin í þessum föstudagsþætti. Við verðum hérna sjálfsögðu á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að horfa, sjáumst þá.